Heyriði, mér langaði bara svolítið að byrja að spyrja ykkur kannski bara, að því það er svona í allir þessari umræðu þetta allt, að þá hefur kannski bara svolítið gleymst að tala við ykkur. Það er búið að tala rosalega mikið þetta, en ekki búið að tala við ykkur. Ég veit ekki hver eitthvað vill byrja, en mér langaði kannski bara að spyrja hvað finnst ykkur það, að hafa verið kannski að sjá allir þessa umfjöllun, heyra fólk tala myndina og tala ykkur, en það er bara enginn búinn að heyra í ykkur í fjölmiðlunum. Mér fannst það mjög mikil vanvirðing. Einhvern veginn, það voru allir bara að tala okkur og gerðu ráð fyrir að við erum einhverja litlar stelpur sem væri bara heilaþvegnar og bara gætum ekki tekið sjálfstæðar ákvarðanir. Það var mjög særandi, mjög leiðilegt. Er ekki skrítið einhvern veginn að vera að láta tala svona yfir sig? Þú veist að það er verið að rífast Brynjar og það er verið að rífast liðið og rífast hvað er að gerast. Og bara svona búa til hluti, en hvað með bara að spyrja okkur? Koma á æfingu. Koma á æfingu? Tjekka á þessu. Hvað myndi gerast ef fólk myndi koma og tjekka á þessu og skoða æfingu? Hvað myndi fólk sjá á æfingu sem að það kannski sér ekki ef það er bara búið að sjá okkur fréttir eða eitthvað? Sko, eins og til dæmis fólk, ég sá inn á netinu, var mjög mikið af svona lygarsögum og ef það myndi koma á æfingu, það myndi að sjá að það er allt öðruvísi en það heldur og það er alveg eins á hverjum æfingum, en kannski sé hvernig Brynjar gerir þetta í alvörunni, fá svolítið svona þannig. Hvað er öðruvísi, að því nú eru rosa margir búin að sjá myndina og þegar það er að búa til bíómynd, þá þarf náttúrulega að búa til drama og svona, maður sér, öskurinn og allt þetta, en er ekki eitthvað sem er kannski miklu meira af á æfingunum sem maður sér ekki í bíómyndinni, eins og til dæmis það er ekkert svakalega skemmtilegt sjónvarpsefni að vera að horfa á fólk á fundum til dæmis. Er ekki miklu meira af svoleiðis heldur en fólk fattar? Segðu mér hans frá því. Við förum oft eftir leiki, ef við vorum kannski á mótum eða spila við einhverja, þá förum við alltaf og horfum á leikin og förum yfir og leiðréttum bara það sem við vorum að gera vitlaust. Og svo líka bara hvað við ættum að hugsa og bara tilfinningar líka. Hugsa og tilfinningar? Nú man, ég er svo flottur að glemma, ég kíkti á æfingu hjá okkur ekkert. Mun einhverjar eitthvað eftir því? Já, mér á mér eitthvað við það. Þetta er 2 ár síðan. Það sem ég tók eftir var að eftir æfinguna, það voru alls konar hlutir í gangi á æfingunni, þá voru allir látnir setjast niður og ræða hvað var að gerast og ég spjallaði við einhverjar af okkur. Hversu mikið er búið að útskýra fyrir ykkur hvað er í gangi í því sem Brynjar kallar flughermirinn eða bara leikhús? Hversu mikið er búið að útskýra fyrir ykkur að þetta eru bara ákveðnar aðstæður sem síðan eru öðruvísin í bara venjulegu lífi? Eins og í þá tók alveg fund bara einu sinni í viku í svona klukkutíma. Þú veist, það náttúrulega ekki að fara að sitja heilan svona fund í bíómyndina, en það er búið að útskýra þetta alveg mjög vel. Svo líka mjög oft að fólk sér í fréttum og í myndinni að kannski nokkra sekundur á það sem Brynjar er kannski að tala mjög hátt og öskra. En það sem fólk sér ekki er að, svo kemur hann líka mjög mikið einstaklings og bara talar við manneskjuna tilfinningar, að bæta sig og þau tala að næsta æfingu ætla hann kannski að setja meira pressu og hjálpa að komast í gegnum það og styrkja manneskjuna. Vantar þó kannski til dæmis að þegar maður sér að hann er jafnvel að öskra eða tala við einhverja manneskju í liðinu, að þá er búið að tala við þá manneskju að þetta sé eitthvað sem er að fara að gerast. Já, maður er undirbúinn fyrir þetta einhvern veginn, en það kemur aldrei beint til þín og segir já, ég ætla að öskra á næsta æfingu. Þetta gerist aðeins svona smooth. Bara hægt og rólega. Og síðan talar hann líka mjög mikið við foreldrana og eru að upplýsa þeim fyrir hvað er að gerast og þannig. Eins og, já, ég ætla að fara að setja pressu á þessa stelpu, þið verða að vera tilbúna að sinna henni heima og allt það. Það er góður punktur. Er þá þegar það er verið að setja einhverja sérstaka pressu á kannski einhverja eineikar, eru þá foreldrarnir með í því og það er þá jafnvel verið að taka það líka inn í bara daglegt líf og skólan og heimilislíf og annað? Já, það var líka alltaf foreldrafundir, bara svona þegar foreldrarnir koma og pabbi bara tala hvað er að fara að gerast á næsta æfingum. Það var líka alltaf á sunnudum í Stjörnunni. Það var alltaf svo foreldraæfing, þannig að allir foreldrarnir voru með á æfingum og voru með að sjá hvernig skotið þetta vera, þannig að þau eru að æfa eða fara eitthvað að þau geta hjálpað með svona
tæknina og svoleiðis og það var mjög mikið af foreldrum sem voru pirraður út í pabba því hann var alltaf að fá þau til að stelpan þín þarf að mæta á æfingu og svona byrjaði bara svona alveg skamma foreldran með það og það svolítið kom fólk og byrjaði að búa til einhverja hluti og eitthvað svoleiðis. Hvað haldið að foreldrar ykkar, ef ég væri nú að því að einn hópur líka sem ekki búið að tala við eru kannski foreldrarnir, hvað haldið þið að foreldrar ykkar, ef þeir væru spurðir út í hvað að gerast, hvað haldið að, einhver sem vil taka orðið sem að, hvað haldið að þau myndi segja? Silvía. Ég myndi segja að foreldrar mínir væru svona mjög sammála Brynjar á hvað hann gerir og eins og ég fekk þjálfun í Haukunum þegar ég var 8-10 ára og þá voru sömu stelpur í Stjörnunni að fá miklu betri þjálfun en við og við tókum eins og leik við Stjörnuna og þá voru Stjörnan svo miklu betur og þjálfarinn hjá þeim, Brynjar, hann var að hjálpa okkur í öðru liði bara með því að hjálpa okkur og dæma leikinn og svona og leiðrétta okkur. Þannig ég myndi segja að foreldrar mínir væru mjög sammálaði hvað Brynjar gerir og hvernig hann þjálfar og hvernig æginn góður. Eru það að ræði þetta mikið heima hjá okkur við foreldrar ykkar? Bara hvað að gerast og þú veist, með og móti, hvað eru ánægð með, hvað eitthvað finnst þetta mætti vera öðruvísi og eitthvað svoleiðis? Já. Eitthvað sem vil segja mér eitthvað dæma því? Eitthvað sem að kannski sló annarkvort einhver af ykkur eða foreldrar ykkar í byrjun sem, heyrðu, mér líst ekki á þetta? Já. Þú veist, áður en ég byrjaði liðinu, þá hélt ég að Brynjar væri bara ruglaður og líka foreldrar mínir og svo, þú veist, fékk ég að kynnast honum á liðinu og ég eitthvað, vá, þetta er ekki cool, mér langar að byrja í liðinu. En foreldrar mínir voru bara svona, guð minn góður, hvað er dóttir mér að fara út í? En svo bara svona leið tíminn og þau fengu að kynnast þessu og endanum bara nú fílaði Brynjar mjög vel og skilji þetta allt. Hvað væri það þegar þú segir að þegar líðin svo verið ruglað, hvað er það? Er það bara þegar maður skilur ekki alveg aðferðirnar eða? Já, en ég var í öðru liði og ég sá hann á mótum og þegar maður sér bara hann að öskra á stelpurnar og sér ekkert annað en það, þá er maður bara svona, skilur þetta ekki alveg. Ef við myndum bara spyrja einhverjar okkur sem þið getur kannski tekið dæmi fyrir mig. Hvað finnst ykkur við það að það sem þið eruð að gera á æfingunum og í kringum körfuboltann að eitthvað að þið hafið skilað sér síðan út í daglegt líf hjá ykkur? Að þú veist, að þið hafið fundið kannski hvort sem að það er eitthvað aðstæður sem þið eru hræddar við eða vera kvíðin eða eitthvað. Getið þið gefið mér eitthvað dæmi eitthvað sem bara batnaði mjög mikið sem tengist ekkert körfuboltann? Já, ég var alveg svakalega feimin, svakalega kvíðin og þorði ekki einu svona að koma fram fyrir skólann minn og þú veist, tala eitthvað verkefni fyrir framan allan bekkinn og síðan núna eftir körfuna þá er ég búin að, þú veist, að læra bara tjá mig og er hún miklu betri í því. Hvað er það við það sem er að gerast á æfingunum sem að, er það bara mann er kennt að maður megi taka pláss eða hvað er það eiginlega? Já, mann er bara kennt að maður eigi að láta heyra í sér, eigi að taka pláss, eigi að bara segja það sem manni finnst. Og við erum líka búin að tala það mjög mikið á fundunum og þannig. Stundum fyrir leiki, þá dettum við stundum bara í það að tala eitthvað svona hluti eins og kvíða eða eitthvað sem er að gerast. Eins og við bara einu sinni var bara heill fundur, bara klukkutími að tala mennina sem fóru á Ólympíuleikana. Já, sem voru með Black Panther kveðjuna. Það leiði mig aðeins í að spyrja ykkur út í þetta atvik sem að vakti rosalega athygli þegar þið létuð medalíurnar. Getið þið sagt mér aðeins hvernig sú hugmynd kviknaði og hvað var búið að gerast á undan sem að fekk ykkur til þess að byrja að hugsa þetta? Brynjar kom til okkar á einn æfingu og sagði að við myndum ekki fá að keppa móti strákum og KKÍ bara, þú veist, vildi ekki svara okkur og ekki gefa okkur neina ástæðu fyrir því og við erum dálítið reiðar og svo byrjaði hann að segja okkur frá þessum mönnum Black Panther Salute og svo fekk stelpan í hópnum hugmynd að bara droppa medalíunum og við vorum bara allar svo til það
og ein ákvað að halda ræðu og svo bara æfðum við þetta og æfðum þangað til bara að koma að því, að droppa. Þannig að þetta bara hugmynd sem þið fáið sjálfar. Já. Og hvað, síðan fóruð að æfa þetta, segir? Já, við vorum svona inn í klefanum að æfa þetta. Voruð þið tókuð þið umræður það fyrirfram hvaða afleiðingar þetta geti haft? Já. Bara heil tafla full af einhverju dóti sem gæti gerst og hvað fólk myndi gera og áður en að fólk væri með þessu myndi það hata þetta. Veistu hvað ég meina? Alltaf þú gerir eitthvað nýtt þá fyrst hatar fólk það, gagnrýnir og hlæra þér og síðan bara þetta bara sjálfsagður hlutur, bara já þetta var geggjað eins og ekkert hafði gerst, eins og aðeins byrjaði að gerast. Ég bjóst samt aldrei við að Brynja myndi vera rekin og liðið myndi splittast. Nei, það var ekki eitt af því sem þið haldið þið geti gerst? Allan að mér persónulega datt aldrei í hug. Ég veit ekki með ykkur. En þetta áhugaverður punktur því þetta kannski smá það sem ég upplifa að sé að byrja að gerast. Að fyrst eftir að myndin kemur út að þá svona svolítið hatur umræðu. Núna finnst mér dálítið margir vera farnir að vera jákvæðari heldur en bara fyrir, ég veit ekki, viku eða 2 vikum. Upplifið þið það líka? Já, algjörlega. Ég og Eybjört fórum í hjallastefnuna og það var svo skrítið að sjá svona mikið af fólki sem var sammála okkur. Og þegar ég að tala á kennararnir í skólanum mínum að segja vá hvað þetta var flott hjá þér, maður bara svona var ekki vanur að það væri svona mikið af fólki sem var með manni. Maður alltaf svona vanur að það var fólk svona á móti manni og hafði ykkur að fordama og svoleiðis. Þannig að það var mjög nýtt að fólk væri svo mikið með manni í lífi. Já. Hvernig búið að vera fyrir ykkur? Því það alveg, ég þekki það sjálfur bara að vera í fjölmiðlum og allt í einu eitthvað að tala um hann og eitthvað. Flestir upplifa þetta í fyrsta skipti þeir eru fullorðnir og sumir upplifa þetta aldrei. Hvernig búið að vera fyrir ykkur að vera að fá alla þessa fjölmiðlaumfjöllun og þeir eru að lesa eitthvað ykkur? Þetta hlýtur að hafa verið dálítið erfitt á einhverjum tímapunktum, eða ekki? Það erfiðast var fyrir mig örugglega að mér fannst allt í lagi og bara svona frekar venjulegt að vera í fréttunum þegar ég var bara búin að vera alast upp við að vera alltaf í einhverju prógrami sem enginn var eitthvað með og var glaður með. En svo voru alltaf bekkjabræður mínir, þeir voru alltaf að tala eitthvað svona pínu það og eitthvað pískrast liðið og vissu eitthvað þetta og stundum bara eitthvað sem við sögðum engum. Og svo eftir myndina þá byrja allir að tala að þetta sé flott og bara kennara líka. Og ég veik eftir að myndin kemur út og þeir eitthvað sögðu eða spurði vinkonum mína hvort ég þorði ekki að mæta í skólan út af myndinni, sem var alls ekki, ég var bara veik og ég vildi þess vegna mæta í skólan út af því. Okay. Og mér fannst það bara mjög óþægilegt en núna bara það alltaf lagi, Eitt sem ég finnst ógeðslega erfitt þegar fólk að búa til hlutum pabba, þá ég bara, ég veit ekki hverju, ég verð svo ótrúlega viðkvæm fyrir því þegar fólk að búa til hluti pabba og segja eitthvað svona Ég held að það hefur verið erfiðast fyrir mig, ég veit ekki hverju, ég bara rosalega pappastelpa og þegar fólk að búa til eitthvað hlutum pabba þá var ég bara rosalega reið. Það náttúrulega eitt sem líka búið að gleymast í þessari umræðu, það þú ert náttúrulega dóttir hans og það hlýtur að hafa verið rosalega skrítið fyrir þig. Já, eins og bara stærðfræðikennarinn minn að gagnrýna pabba minn. Einmitt. Það rosalega. Já, ég myndi bara ganga svo langt að segja að það sé bara allt mjög rangt við það. Já. Og að fólk kom ekki bara og tjekkja að einhver. Svo ég sá eitt tweet eða eitthvað svoleiðis, þá var einhver sem sagði ég ekki búin að sjá myndina og ég ætla ekki að sjá hana og síðan sagði hann eitthvað og þetta bara algjört bara rugl og eitthvað svoleiðis. Í staðinn bara, hvaðan fékkstu þessar upplýsingar? Í staðinn fyrir að koma á æfingu, tjekka á þessu og síðan getur maður farið að segja eitthvað hluti. Því annars þetta bara... Upplifið þið það þó að þeir sem hafa kynnt sér þetta og þeir sem koma á æfingar, eru þeir nánast alltaf þá með jákvæða hugmyndum þetta eftir að þeir eru búin að kynna sér þetta? Já. Er einhver dæmi einhver sem hafa komið og kynnt sér þetta mjög vel hafið labbað út og sé ennþá þeirri skoðun að þetta sé bara hræðilegt? Já. Pabbi minn. Já, það? Já. Ok. Það verða alltaf einhverjir á móti þessu en meiri hlutin með og bara mjög jákvæðir. Kalt á toppnum. Kalt á toppnum? Hvað með þetta, að ég veit að það eru mjög margir búin að sýna þessu áhuga og það er búið að vera að ræða við ykkur meðal annars bara
svolítið þetta með kynin og kynjabaráttuna og allt þetta sem tengist þessu náttúrulega þið vildu keppa við strák og allt þetta. Hvað finnst ykkur það? Einhvern veginn svona að þetta sé sett upp þannig að jafnvel konum finnist þetta neikvætt? Svona margir hafa misskilið þetta. Þú veist, við viljum keppa móti strákum af því þeir eru betri í körfubolta. Þeir eru ekki betri í körfubolta af því þeir eru strákar. Þú veist, þeir eru betri í körfubolta af því þeir fá betri þjálfun. Það er ástæðan. Þú veist, við berum svo mikla virðingu fyrir stelpunum sem við erum að keppa móti. En þær eru bara ekki jafn góðar og strákarnir. Og þess vegna vildum við keppa móti þeim. Fundu þið þegar þið voru fyrst að fara að keppa við stráka, fundu þið þá svona einhvern rembing í strákunum sem voru að fara að keppa við ykkur? Eins og þeim fyndist að það væri bara eitthvað skrítið að vera að keppa við stelpur? Ég tók ekkert fyrst eftir því ég var bara til að keppa við og mér fannst þetta bara jafningar og svoleiðis. En síðan þó maður aðeins, þegar maður var aðeins að eldast, maður heyrði einhverja sögur og strákarnir að segja eitthvað við mann og maður heyrði líka eitthvað, ég heyrði einu sinni mömmu, strákarna að tala við pappa og þá er ég bara svona, er þetta, og þá svona fer eitthvað í hausinn á mann svona, er þetta rangt og eitthvað svoleiðis. Það er það ekki, en ég fannst það ekki þannig, ég var bara að keppa, til ég segja. Getið þið útskýrt eitthvað fyrir þá sem kannski skilja það ekki? Af hverju er svona mikilvægt og af hverju var svona mikilvægt á þessum punkti fyrir ykkur að fara að keppa við stráka? Við vildum náttúrulega fá betri samkeppni en líka bara sýna þeim að við erum jafningar þeirra í körfubolta. Þegar þú getur ekki bara sagt við strák, já, stelpur eru jafngáðar og þú verður að sýna þeim það. Hvað með, að því að nú væntanlega var eitthvað tímabil þarna, er það ekki eftir að liðinu var splittað og svona þar sem að einhverjar af ykkur eða kannski margar fóru tilbaka í annars konar þjálfun, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Hvernig upplifðu þið það eftir að vera búnir að vera í þessari tegunda þjálfun? Það var einu sinni, eitt af fyrstu æfingunum, þá vorum við að öskra hvort annað og eitthvað svoleiðis og það var þjálfarinn sem sagði hér öskrum við ekki því að það hefur neikvæð áhrif og maður bara, hvaða rugl er ég komin í? Og það misskilja margir, við öskrum okkur aðra en svo eftir æfingu erum við bara góða vinkonur. Og þetta var líka bara, þetta var ekkert svona neikvætt, við vorum bara svona peppa okkur uppi. Og ég var út af því ég var bara búin að vera svolítið illt í fótunum og svona. Og þjálfarinn segir að mér er að jabba til hliðar og ég byrjaði bara, nei, hvað ertu að kenna okkur? Pabbi var búinn að kenna okkur að við jabbum á körfuna og síðan var ég bara alltaf byrjað að rífast við hann að hvort maður jabbi á körfuna eða jabbi til hliðar. Mér var líka bara glata að því það var engin ægi það sem við vorum að gera. Það var bara svona mæta, förum við basically í pössun og svo ferðu bara heim og fara að leika þér. Það var engin ægi, við vorum ekki að gera svona spes æfingar, allir bara hlæjandi og gera það sem við vildu og svona. Mér fannst það mjög glata. Líka, þegar við vorum að mæta fyrst, bara þegar við vorum nýkomnar, þá er lagt niður liðið í Stjörnunni, stelp kvenna, og maður er þarna bara, hvert er ég að fara? Fyrirmyndirnar sem maður kannski vill komast þegar maður er orðinn stór, bara lagt niður þegar bara Íslandsmeistararnir sem eitthvað talað okkur, bara koma í nýtt lið og það bara lagt niður kvennaliðið. Bara algjört bullshit. Vel orðað. En hvað bara svona, hvað með að því að við erum að tala um þessu öskur og það er búið að setja rosalega mikinn fókus og mikla áherslu á þessu öskur. Hvað, skiljið þið að það sé kannski það sem, þegar fólk horfir á þessa mynd, að þá er það sem er að stuða fólk mest? Hvernig, ef þið ættu að útskýra fyrir einhverjum sem ekki skilur, hvað er öðruvísi við þessi öskur og það sem er í gangi þegar þetta er að gerast, heldur en það sem að maður myndi kannski flokka á einhvern nátt sem einhvers konar andlegt ofbeldi eða eitthvað þegar það er verið að öskra á mann bara út í daglegu lífi? Ég persónulega búin að lenda í miklu ofbeldi gegnum lífið mitt og mér finnst mjög fáránlegt þegar fólk sér nokkrar klippur af æfingum eða það sem við erum að keppa og segir bara, já, þetta er andlegt ofbeldi. Og það sem helsti munur er að þegar Brynjar öskrar, hann vill setja pressu til þess að byggja okkur upp.
Þetta ekki pressa til þess að særa þig persónulega. Ég ekki, og þetta aðeins öðruvísi, það meiningin í þessu orðum, bara taktu hausinn úr raskati, aðeins öðruvísi þegar ég segi já, fokka eða þannig. Myndirðu þá jafnvel segja að það að fara í aðstæður, það sem verið að gera svona hluti og það verið að útskýra að það, til dæmis eins og bara í þínu tilviki, að það hjálpi þér þá að eiga við það sem að þú segir að sé þá ofbeldi út í lífinu? Já, það hjálpaði mér persónulega mjög mikið að vera í Aþenu. Þegar Brynjar kenndi mér að ég get ekki látið fólk særa mig án mínu samþykki. Ok, hvað áttu við með því? Eins og ef einhver segir við mig eitthvað ljótt, það særir mig ekki fyrir en ég samþykki það. Og það hjálpaði mér mjög mikið. Hann útskýrði mér tilfinningarnar mínar og allt það líf mitt breyttist svakalega mikið síðan ég kom í Aþenu. Mynduðu segja að það kannski svona í samfélaginu oft þunn lína, þá stundum verið svona einhvern veginn kannski að fólk sé, það svona þunn lín á milli þess að einhver sem að verða fyrir einhverju slæmu og síðan einhver sem leyfir sér að vera fórnarlamb út frá þessu sem þú ert að tala að einhver segir eitthvað ljótt við mig að þá það ekki í lagi að sé sagt við mig en síðan spurningin hvenær leyfi ég mér að vera fórnarlamb og hversu mikið. Það eitthvað sem verið að gera mikið með ykkur að kenna ykkur að vera ekki fórnarlamb? Já, alveg helvíti mikið. Ok. Öskrið þið einhvern veginn tilbaka á hann? Já. Ég hef alveg gert það. Ok. Og hvernig því tekið? Ha? Hvernig því tekið? Sko, ég var einu sinni að segja, koma þá, hlauptu þannig. Við varum svolítið pirruð. Þannig ég segi, þegiðu! Helvitis þegiðu! Og þá reyndar rekið mann út úr húsinu, af því að maður bara segja, stoppa einhverja og eitthvað svona. En hann sagði samt, eins og þegar við erum í einni æfingu, sem við gerðum alltaf í þá var svona nota púða og þá á maður að rustatala sá sem að púðanum, sem Brynjar eða Bergþóra eða eitthvað svoleiðis. Þá á maður að æfa sig í því. En nei, ég myndi ekki segja að maður var eitthvað rosalega mikið segja þjálfurum sínum að halda kjafti þegar hann að segja mann að hlaupa upp völlinn. En hvernig, hvað gerir, ef þetta lýsa því fyrir mér, hvað gerir það fyrir mann að fara inn í aðstæður þar sem maður fær kannski bara að hleypa aggressjóninu svolítið út, eins og þið talið með þetta ruslatal og allt þetta. Hvað það sem gott fyrir mann ef maður fer og fær þessa útrás? Eins og við erum bara mjög þéttir hópur og erum ekkert að baktala hver aðra. Af því við tökum þetta bara út af vellinum. Við fyrir í slag, og það bara alltaf læg. Og svo fyrir við bara eftir æfingu saman, eitthvað. Að borða ís eða? Já. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Af því ef maður alltaf segja manni bara haldi þessu inni, þá finnur maður bara einhverja aðra leið til að koma því út. Akkurat. Það sem að því á einhverjum tímapunkti var ég sem sagt í handbolta og ég tók reiðina mína á æfingum og það bara skildi það enginn. Það var bara hent mér út af því að ég tók brjálæðiskast og allt það. En svo þegar ég kom hingað, þá var þetta einhvern veginn svo, það var sagt, já, þetta eðlilegt, við verðum bara að díla við þetta, við skulum vinna í þessu. Og mér finnst þetta svo geðveikt að því að síðan síðan ég kom í Aþenu ég bara allt önnur manneskja. Ég miklu sterkara tilfinningalega og fyrir mitt persónulegt líf þetta búið að gera svakalega mikið. Þegar þú segir og þið að þið séu sterkari tilfinningalega, þetta, mér finnst ég heyra á okkur að það sé mjög mikil eining hjá okkur og þið séu, lítið þið nánast á þetta eins og bara fjölskyldu það? Já, við erum ein stór fjölskylda. Fyrir mig þetta fjölskylda. Ég sammála. Þetta bara number one in my life. Sisters. Einhvers staðar hef ég heyrt það einmitt að það hafi svona verið talað að þetta sé rosalega dramalaus hópur. Já. Við oft segjum bara, erum oft að blóta hvort annað, kalla okkur, hvort annað ljótum nöfnum og fara í slag og hvað. En eftir æfingu þá eru allar mjög góða vinkonur, gerum eitthvað saman og bara... Það gerist allt bara inn á vellinum. Þú ert ekki að fara bara eitthvað út fyrir, hitta eitthvað og bara berja hana, skilju. Einmitt. Við erum frekar bara
að fara að nota þetta allt á æfingu, nota reiðin í eitthvað gott. Og ef maður væri alltaf haldið sinni þá byggist það bara upp og það verður bara eitthvað drama. Við erum bara allar að klára þetta, sko. Og líka, ef ég hef eitthvað til að segja við Gretu, þá segi ég það bara við hana. Ég er ekki eitthvað kvíslast það eitthvað svoleiðis. Við erum svolítið svona, við erum mjög honest við hvort aðra. Hvernig upplifið þið það þá bara með eins og krakkar til dæmis í bekkjunum ykkur á skólanum sem eru ekki í svona umhverfi? Upplifið þið þá þau séu meira í baktali og svona dóti heldur en þið? Stórt já. Mér finnst það geðveikt að ég get bara, komið og sagt við Tanja, já Tanja, veistu hvað? Ég bara fíla ekki þetta. Og svo segir hún mig, kannski verður hún fyrst reið og eitthvað og fyrir að segja á móti og eitthvað. En þú veist, svo förum við og setjumst niður og kannski ræðum hluti í samskiptum okkar. Við vinnum meira í því heldur en bara eitthvað, já Kolka, veistu hvað? Sko, hún Tanja. Já. Hversu mikið lætur Brynjar ykkur vera þáttakendur í að móta þetta? Það er að segja, að því mér finnst svolítið eins og fólk hafi gefið sér þegar það er að horfa á þetta, bæði myndina og fréttirnar og svona, að þetta sé bara hann ákveður þetta allt bara einn og þið bara hlýðið. Já. Sko, þegar ég heyri það, þá er ég ógeðslega pirruð af því að ef ég vil, þá get ég bara farið í stjörnuna núna. Og við höfum aldrei gert neitt án okkar samþykkis og við myndum vilja gera það, eins og droppið. Það var Heiðrún, má ekki kannski nefna en það var stelpa sem átti hugmyndina og það voru allar bara, maður sá það á klippinu, það vildu allar gera þetta. Ef við hefðum ekki viljað gera þetta, það hefði þetta aldrei gerst. Og það er eitthvað sem ég finnst mjög, eins og við síðan þegar foreldrar urðu reiðir og það átti að fara að splitta þessu, þá skrifuðu við bréf og settum barnasáttmálann grein 12 grein 12 sem var krakkar ættu að fá að tjá sig og eitthvað svoleiðis. Og við skrifum undirskrift og settum þetta því það var svona fundur hvernig þetta myndi vera með IR og hvert stelpurnar myndi fara. Og síðan bara næsta dag þegar ég vaknaði sé ég bara eitthvað grein og það var bara einhvern veginn sagt eitthvað eins og Brynjar hefði sagt okkur að skrifa þetta og fólk að segja að hann hefði bara skrifað þetta sjálf. Já, við viljum hafa Brynjar, eins og Brynjar væri bara eitthvað, pabbi væri bara að skrifa það. Svo finnst mér fáránlegt að það eru rosalega margir að segja, sérstaklega áður en myndin kom út, að við erum eitthvað bara litlar heilaþörnu stelpur sem get ekki hugsað sjálfar og þú veist, mér finnst það bara svo fáránlegt, en núna er aðeins meira fólk sem skilur þetta eftir að myndin kom út. Og þá er basically fólk, þegar fólk er að segja að pabbi sé að heila þú okkur, þá er fólk að tala niður til okkar og segja að við séum ekki með rödd og við höfum ekki sjálfstæðan vilja til að gera það sem við viljum. Og þá er fólk að tala niður til okkar, þannig já. Það er hárrétt og ég einmitt bara því að sitja hérna og tala við ykkur núna, þá er einmitt svo hrópandi skríti fyrir mér að það sé búið að vera að tala svona mikið þetta og það er aldrei neitt að tala við ykkur. Já. Hvað með þetta atvik þegar þið droppið medaljónuna, því það líka einhvern veginn, að það eina umfjöllunin það var einhvern veginn, er ég með þessu eða er ég á móti þessu, en það sem ég einhvern veginn horfði á var, að því segist vera búin að æfa þetta svo vel, bara hvað þetta var flott. Já. Og hvað svo sem var að halda ræðuna, hvað þetta var einhvern veginn allt bara vel gert, sko. Og mér fannst aldrei vera nein umfjöllun það, sko. Já. Ég er rosalega stolt á okkur fyrir að gera þetta, en stelpurnar í liðinu, sem eru núna í stjörnunni, það er ekki talað við þær þetta, þannig mér leiði fyrst eins og ég var að tala við þær þetta, að þær voru skömmustilegar eftir að gera þetta, og það fór rosa í hjartað á mér, af því að mér fannst þetta rosa flott hjá okkur, og síðan voru bara einhverjir foreldrar sem bara svona hraunaði yfir þær, og voru ekki að hlusta á hvað hann var að segja í ræðinni, fólk var bara að hugsa að Brynjar sagði að gera þetta og eitthvað svoleiðis. Og síðan núna, því ég var að tala við vinkonur mínar í stjörnunni, þá bara eins og séu skömmustilegar eftir að hafa gert þetta, því að þetta er bara frábært hjá þeim. Það er hugrekki og bara hellinga okkur hlutum þegar að gera þetta. Síðan komum bara einhverjir foreldrar og bara drepa þetta niður í þeim. Og það er bara skömmustilegar eftir að hafa gert þetta. Þið náttúrulega þekkið þessar stelpur sem voru með ykkur. Upplifið það þá að þær hafi skipt bara algjörlega skoðun út af foreldrum? Já. Eða líka margar vilja koma í Aþenu, en það mega það ekki. Og það er bara líka foreldrar sem hafa mjög mikla áhrif. Sem svo að, ég kom á æfingu og prófa og mér fannst það geðveikt og bara ég vil byrja að æfa, en svo kem ég heim og foreldrar bara segja nei. Ætlar að fara að æfa hjá þessum geðveiku manni, og ég er náttúrulega á að treysta foreldrum mínum
því að þeir eru búin að ala mig upp og já, þetta bara fyrstu manneskja. Og auðvitað, þú veist, fer ég að hlusta á þá, heldur manneskjuna sem ég hitti bara í fyrsta skipti. Eru einhverjar af ykkur sem eru frekar nýjar í hópnum með það? Við 3. Þið 3. Hvað myndu þið segja, að því nú er þetta heilmikil svona að keyra alla leið upp á Kjalarnes og þú veist allur tíminn sem fer í þetta. Af hverju ákváðu þið að skipta yfir í þetta lið? Og því það var svo mikið verið að fókusa á strákana þar sem ég var. Og þannig að þú veist, það var bara alltaf verið að tala um strákana, hvað þeir voru góðir. Og svo fengu stelpurnar bara svo lítið og það var bara svo léleg þjálfun þar og eitthvað. Og upplifðu þá bara, funduðu þið mjög fljótt þegar þeir eru komnar inn, já ég vil þetta bara? Já. Allar? Já. Og við líka, það sem við vorum þá bara líka bara ógeðslega mikið bara fókus á strákana og þú veist, þeir fengu alltaf eiginlega bara allan salinn og við fengum alltaf minni part á salinum og við þurftum líka að fara í alltaf það er líka eitt skólaíþróttahús og við þurftum alltaf stelpnar að fara þangað, þú veist. Strákarnir þurftu aldrei að fara þangað. Og við erum líka, það var aldrei öskrað okkur, fattari. Síðan sáum við bara öskra á strákana og við varum bara svona, wow, líði þeim ekki illa, þú veist. Svona, og síðan fórum við á eitthvað námskeið sumarið. Það sem strákarnir voru alltaf að gera erfiðar æfingar og við vorum alltaf að gera ógeðslega léttar æfingar. Já, bara eitthvað dúllur bara það. Er það ekki eitt líka sem er mjög skrítið, sem er kannski ekki mikið búið að tala um, að Brynjar er að þjálfa stráka líka og það er enginn að hneykslast á því að hann sé að þjálfa þá svona? Já, ég tek eftir því að það er aldrei sagt þegar pabbi mæti með strákana á túnreiningu. Það er aldrei sömu viðbrögð við því þegar við vorum litlar og það var öskrað okkur þó að þetta var sami aldurinn. Og maður tekur alveg rosa eftir því en það er bara eins og fólk sem bara blind á það, bara svona hann er ofbeldi það, síðan er maður sömu aðferð þarna en þetta er samt ekki ofbeldi. Bara út af þetta eru strákar. Bara ef þetta væri stelpur, litl stelpur, þá er þetta hræðilegt. Svo er líka ein stelpan sem æfir með strákunum og það er alltaf verið að segja bara já, flott hjá Brynjari, hann er að þjálfa svona stráka. Svo er alltaf verið að gagnrýna hvað Brynjar sé að gera okkur og eitthvað. Með nákvæmlega sama æfingarferðir. Þótt strákar eru á svipuðu aldri því að stelpu fóru í baráttuna. Hvað haldið þið að þetta sem þið eru búin að gera muni skila sér í að það verði breytingar þó þessi kannski ekki að gerast alveg núna? Já, þú veist, ég hefði svo mikið vilja hafa svona fyrirmyndir í körfubolta þegar ég var yngri á Íslandi og ég vona bara að yngri stelpur í körfubolta á Íslandi geta horft á okkur og bara, vá, það eru ekki flottar og vonandi í framtíðinni verða stelpur og strákar jöfn í körfubolta. Líka, mamma mín var að segja mér að það var lítið stelpa sem hætti í körfubolta og eftir hún sá myndina bara já mamma, mér langar að byrja aftur í körfubolta og mér finnst það rosa gaman að vita að ég hafi áhrif á körfuboltan í stelpumegin og líka strákamegin. Ég vil að strákar horfi líka og líti upp til mín þegar litli strákarnir eins og litli bróðir minn hann segir að ég sé mesta fyrirmyndina hans og það minnst það ekki en að eftir myndina var ég alveg shit, nú er ég bara orðin fyrirmynd litlar krakka, bara litlar stelpu sem kannski, hafði kannski ekki trúað sér en að því að við erum að gera þetta og við erum góður í körfu og svoleiðis, þá geta það þetta. Fyrir þetta ekki að vera erfitt fyrir ykkur sko því að þið eru væntanlega, því það er líka annað því þetta snýst náttúrulega ekki bara körfubolta, þetta snýst ákveðin kúltúr og svona, en þið eru náttúrulega miklu betri heldur en hinn kvennaliðin í körfuboltanum á ykkar aldri. Hvar er það statt núna? Ég meina, þið keppið ekki við stráka, keppið þið við eldri stelpur eða? Já. Okay. Það er það sem við fáum samkeppnina. Ok, og hvar er það? Eru þið jafn góðar og stelpur sem eru eldri en þið, eða hvernig er það? Sko, það var þannig að því að við splittuðum sliðum og bara 90% af A-liði stelpunum okkar er núna í Stjörnunni og það var mjög erfitt, við vorum mjög fáar fyrst og við vorum bara svolítið kúk, bara allir að skýta á okkur, segjum það bara og bara allir að móta okkur og síðan fáum við þær þrjár, bara þær vilja bara koma í liði sem allir hata og þannig að okkur er byrjað að ganga mjög vel en það er búið að vera rosalega erfitt, bara finna húsnæði, keyra upp á Kjalarnes og bara allt svoleiðis þannig, já, en við erum
að komast upp á fæturnar aftur og erum orðnar frekar góðar. En hvað með það einmitt, að fara alltaf leið upp á Kjalarnes og eru þið engar af ykkur sem hafa hugsað, þetta kannski veit ekki alveg hvort það sé þess virði að vera að setja svona mikinn tími í þetta og... Aldrei. Ég hef hugsað það. Ég var í fyrra, það voru við mjög fáir og það var mjög erfitt að tíma og stundum var ég bara eitthvað, ok, af hverju ég að keyra lengst upp á Kjalarnes og bara yngur skítaliði. En nú ekki lengur, ég hugsa ekki svona lengur. Fyrir mig þetta 100% worth it, sko. Og maður venst í að keyra. Þetta ekkert nema ef þú býr sem svo í Hafnarfirði og ætlar að fara niður í bæinn. Tekur ekkert eitthvað miklu lengri tíma. Nei. Og ef maður fyrir tala hversu mikið virði það að gera, þá ég get ekki nefnt einn stað á Íslandi fyrir konur og unga stelpur og stráka á Íslandi þar sem við fáum jafn mikla virðingu af því að það einhvern veginn eru allir að líta niður til okkar. Já, þessar stelpur, bara þessi börn geta ekki sagt neitt, þau eru bara heilaþvegin og allt það. En hér þetta þannig að þegar þú talar við Brynjar, þá hann einhvern veginn, þá það á sama level. Það enginn svona að líta niður til þín, sem svo geðveikt. Upplifið það þegar fólk að koma á æfingar hjá okkur, eitthvað svona, það sumir einhvern veginn þegar þeir eru búin að horfa á þetta, hafi bara verið að sjá eitthvað sem þeir hafa aldrei séð áður? Já. Eins og pabbi, hann var að taka upp leik fyrir okkur, að við tökum alltaf upp leikinn þegar við keppa. Og hann var að hlusta á bekkinn, að hann var með svona heyrnartól sem hann tengdi upp bekkinn einhvern veginn. Og honum fannst svo magnað hvað Brynjar var að segja við okkur, hvernig hann var að þjálfa okkur. Og hann var bara að fatta helgina hversu mikið Brynjar góður í að þjálfa og hvernig hann við okkur, hversu mikil virðing hann gefur okkur. Og svona. Eitthvað sem ykkur langar eitthvað sem ykkur langar sérstaklega að koma á framfæri? Bara svona tengslum við alla þessa umræðu og allt þetta sem búið að vera í gangi? Segðu þetta aftur. Eitthvað sem ykkur langar að segja eða koma á framfæri sem við erum ekki búin að tala hérna? Bara í tengslum við alla þessa umræðu í kringum myndina og þjálfunina og allt þetta? Hvernig finnst þér þjálfunin samt? Þjálfunin hjá? Brynjari. Má ég vera... Mátt segja þína persónulega skoðun? Má ég segja mína persónulega skoðun? Já. Þó að ég sé fjölmiðlamaður. Ég náttúrulega svolítið ég ekki alveg hlutlaus af því að ég þekki Brynjar og ég rosalega hrifinn af því sem hann að gera. Og þá kannski spyr ég ykkur út frá því, en ég hins vegar verða alltaf að hugsa, ok, það mín skoðun, en síðan kannski ykkur aðrir sem sjá þetta öðruvísi. Þannig að ég get aldrei tala fyrir hina. Þið hafið notað orð eins og að þið upplifið kannski hinu liðunum að þið séu bara að fara í pössun, þetta snúist bara félagskap og eitthvað svoleiðis. Skiljið þið að það væri kannski eitthvað sem myndi henta einhverjum? Bara verið í annars konar umhverfi? Já. Þú veist, ef einhver vill gera það, bara flott hjá þér. En það ætti náttúrulega að vera, þú veist, báðir valkostir. Og mér finnst mjög fáránlegt að segjum svo að sumir að sækjast eftir því að fá góða þjálfun, nokkra klukkutíma og virðingu og þau fá það ekki. Og í staðinn eru sett í einhverja, eins og sumir orðuðu þetta pössun, sem alveg rétt. Mér finnst það mjög fáránlegt. Það mjög margir sem á móti afreks, bara hvernig hann að þjálfa okkur og það sem segja sem hann bara eins og þjálfa okkur eins og sem að fara á ólympíuleika. En ef þú vilt það, af hverju ertu þá að dæma fólk fyrir það? Segjum að þú ætti dóttir og hún var í svona prógrami og hún myndi vilja það. Værirðu þá það mikið á móti að þú myndir koma fram við hana eins og kemur fram við okkur? Líka þegar fólk að tala svo ég sá eitt komment sem var eitthvað, já, hún var með álagsmeiðsli á hrygg og eitthvað svoleiðis. Þegar ég var bakbrotin þá var bara, fara þangað, passa, sjá þetta, fara í myndatöku, passa þannig að vertu og hann var alltaf að tala því mér leið mjög illa því mér langaði að vera að æfa og svoleiðis, tala tilfinningar og maður átti bara
ég var alltaf í ímyndunarþjálfun þegar þær voru að gera eitthvað, þá var ég að sjá það í hausnum. Það var aldrei að láta mig fara inn á og ég hata svo mikið þegar fólk að búa til hluti og það fer svo í taugarnar á mér. Fólk að búa til hluti og segja hann sig að gera þetta bara, hvernig fékkstu það út? Þú varst aldrei á æfingu og því ég var bakbrotin þá var ég bara setjandi í stól. Og það sá ég bara alltaf inn í eitthvað komment sem var eitthvað, já, það var látið hann að hlaupa þegar hún var bakbrotin. Þú veist, við erum í styrktarþjálfun 4 til 5 sinnum í viku og ef við meiðumst þá reddar Brynjar strax fyrir okkur sjúkraþjálfara og þú veist, hann lætur okkur passa okkur að við séum ekki að æfa þegar við erum meintar. Og líka styrkurinn, það byggt upp á það að styrkja vöðva sem að sé ekki að fá hnémeiðsli og þetta allt rosalega plotta. Við erum með app í símanum okkar sem stendur bara síðan bara á, það komið styrkur og maður ítir á það, skráir þyngdina og sér bætingarnar, þetta bara alveg ótrúlega vel svona skipulagt. Og svo, þú veist, styrktarþjálfari sérstaklega eins og það var stelpa sem var með meiðsli og alls konar, ég veit ekki alveg hvað það heitir, en það var bara styrkprógram fyrir hana búið til svo hún getur bætt sig og allt það og það náttúrulega reiknað út með að við erum að stækka og rosalega margar að fá vaxtarverki og strax ef eitthvað meiðsli kemur fyrir þá ertu bara strax sendur til sjúkraþjálfara. Og þú ert meiddur og setur bara á kælir eða gera það sem þú ert að gera. Glósar eða gerir bara mækan ef þú meiddur í fótum og getur ekki gert, þú getur bara gert það sem þú getur gert. En aðeins þessa afrekspælingu mér finnst samt alveg, ég finni á okkur, auðvitað langar ykkur að vera góður í körfubolta, en upplifið þið að þetta snúist miklu meira bara körfubolta? Já. Það snýst miklu meira körfubolta af því við fáum ekki, þú veist, bara körfuboltaæfingar og æfingu. Við fáum líka æfingar sem getur hjálpað okkur svo mikið í lífinu. Bara, þú veist, ef einhver öskrar og kemur öll bara geggjum vond kommenta þig í lífinu, þá ætlar þú ekkert að fara inn í þig, þú ætlar að koma út og vera bara harðið sjálfa þig og svona. Og þetta mjög, þú veist, bak þegar körfuboltaæfingar mjög mikið af tilfellilega æfingum. Það eru alveg æfingar þar sem, þú veist, það bara dúndra í því og það bara sagt einhver ljóta hluti. En svo eru, þú veist, æfingar þar sem við erum setjandi og gerum hugleiðslu í 25 mínútur. Svo þetta eru alls konar æfingar sem hjálpa okkur bæði í körfunni og að byggja okkar persónuleika upp. Og líka það því að pabbi var kvíðinn eða eitthvað svona 22 og þá var hann svona, hvernig get ég, þú veist, þegar ég var börn eða eitthvað svoleiðis, passað að þau lenda ekki, að því að mér er svo mikið af fólki sem setur börnin sín alveg í bómul og síðan fara þau út í framtíðina og það er bara blaut tuska og lamin þau í andlitið eða eitthvað svoleiðis. En eins og það var ein stelpa í myndina, sást að hún var kvíðin fyrir leik og hann var bara að tala við hana, þannig þegar hún er nú stór, þá bara lærði hún allt þetta bara 12 ára. Þegar fólk stundum að læra þetta þegar það er bara 40, 30, 20 ára, eitthvað svoleiðis. Sumir læra þetta aldrei, bara alveg í sínum tilfinningum og bara vita ekkert hvað þau að gera. Tók það ykkur langan tíma að byrja að skilja, sko, því þið að tala hugleiðslu og tilfinningaþjálfun og tók það ykkur langan tíma að byrja svona að skilja þetta, því oft gefur fólk ekki börnum og unglingum kredit til þess að þetta sé eitthvað sem þau geti náð, sko. Já, þú veist, já, ég var alltaf fyrst þegar ég var og, þú veist, maður á alltaf góðar æfingar en maður líka slæmar. Og þegar ég átti slæmar æfingar fyrst, þá var ég alltaf bara fór heim og bara grenjaði og ég vissi ekkert hvað ég átti að gera. Og til dæmis, þú veist, ég tók kannski tímabil þar sem var bara ógeðslega mikið að bæta mig og síðan bara fekk ég svona stopp, fattarðu. Og þá svona lærði ég smá og svona að díla við þetta, fattarðu. Þú veist, ég gat farið heim að dribbla, ég gat farið heim horta á körfubolta, ég gat farið við glósuna mínar og ég gat líka bara tala við einhver þjálfara, þú veist, tala við Brynjar eða Véstein eða Beggu og þau hjálpa manni mjög mikið bara maður Alveg eins líka með hugarþjálfunina. Við sátum á bekk í kannski korter 20 mínútur og ég var bara, hvað er ég að gera? Við erum að tellja upp í 10, aftur og aftur, hvað er ég að gera þetta fyrir? Ég var bara þess vegna sitjandi þegar ég var kannski 10 ára og ég var bara að hugsa eitthvað annað. Ég var bara að hugsa, það er kannski 30 dagar í jólin eða eitthvað. Og svo þegar ég var eldri þá fattaði ég
þetta er æfing þar sem ég þarf að fatta þegar ég dett út úr því að detta bara að hugsa kannski jólin eða eitthvað, pakka, afmæli og fatta þegar ég dett út og koma aftur að telja og halda bara fókus í það og þá hjálpar það æfingu að halda fókus á meðan Brynjar að tala við okkur lengi og eða setja kröfur á okkur og við þurfum að bara vita hvað við eigum að gera. Heyriði, kannski svona bara í lokin, hvað sjáið þið fyrir ykkur í framtíðinu, bara svona sem markmiðin ykkar og hvert er stefnið? Og markmið mitt næstu árin að byggja upp Aþenu og gera allt í þessa unga stelpur fá jafn mikið tækifærum og strákar og hafa jafnrétti ekki bara í körfunni, heldur öllum íþróttum og fara svolítið með Aþenupælingar lengra út. Hafa kannski námskeið fyrir stelpur og svo þetta bara fara í nám. Klára þetta þannig. Ég vona að Aþena færist í bæinn þannig ég get verið með minn flokk af stelpum eða strákum bæði kannski og Aþena verður bara stórt lið fyrir alla aldursflokka síðan komast í college og eiga mitt eigið fyrirtæki. Þið hérna? Við ætlum allar að eiga okkur einn flokk í Aþenu og þjálfa. Gá hverja að vera besta þjálfari. Það er í genunum. Ætlaði þetta að eiga eitthvað flokk? Já. Og vera þjálfari? Ég ætla líka að reyna, ég var búin að pæla í því svolítið, að fara með Aþenupælingar aðeins lengra en Ísland. Okay. Fara með þetta aðeins út til Úkraínu, til Rússlands, þar sem staðan er enn verri í jafnréttum kvenna, sérstaklega hjá ungu stelpum. Ég ætla alveg bara að hjálpa við að gera Aþenu stærri og valdavélarnar meira og svo ætla ég í college í Bandaríkjunum og fara sér lögregluna. Lögreglu? Já. Það er fleiri sem vilja? Ég vona bara að það sé fólk sem hlusti á krakka og börn bara yfir höfuð. Þegar við erum með svo sterka rödd og ef okkur gæti bara vitað að það gæti verið krakkar sem var að kjósa eða segja bara það sem þeim finnst, það gæti breytt miklu í heiminum. Ég vona líka, eitt af markmiðinu mínu þegar ég er fullorðin og ég labba kannski inn í strákakeppni og maður sér helling af stelpuliðum og bara allt svoleiðis að stelpur og strákar eru jafningjar, sérstaklega þegar það er engin svona þroskamunur á milli þeirra og að labba þarna inn og segja I did this. Ég langar að komast bara langt í körfunni og ég veit svolítið ekki alveg hvað mig langar að vinna við en síðan langar mig líka að þjálfa, hvort sem segja Aþenu eða bara einhverjum öðru lið, bara það sem stelpurnar fá virðingu. Mér langar að fara í college og þjálfa og hjálpa bara að gera Aþenu stærri. Mér langar að þjálfa eða vera dýralæknir. Og mig langar að búa til online business fyrir svona innanhúsarkitekt þannig að maður getur svona hringt í mig ef það vantar eitthvað. Hvað langar þér að vera þegar þú er stór? Er ég ekki orðin stór? Ég þetta alltaf að breyta til, sko. Alltaf að breyta til og gera eitthvað nýtt. Þegar þú varst ungur, langaði þér að verða svona? Í fjölmiðlum? Já. Var það draumur? Sko, nei, ég held ég hagfræðingur. Það er gaman að tölum og svo góður er reikning. Já. Sportum ég þetta það líka, sko. Mér langar að þjálfa eða, mér langar að klára college og byrja að þjálfa og sjá bara hvert Aþena er komin og bara hjálpa Aþenu. Já, þannig líka þegar maður er fullorðinn að Aþena rísi ennþá og þetta sé svolítið svona minnis og að það komi stytta á okkur svo pabbi hefur oft talað á okkur droppa sem minnisvarði, segir maður það ekki? Minnisvarði af okkur og hvað við gerðum og þetta þýði eitthvað í framtíðinni. Eitthvað sem ykkur langar að segja að lokum?
ef fólk vill koma og checka á æfingu eða eitthvað svoleiðis. Fólk velkomið að koma og kíkja? Já, tala við mig, spyrja mig spurningar, fjalli til það. Ok. Þannig að þeir sem vilja kynna sér þetta betur geta að koma á æfingu og spjalla síðan við ykkur eftir æfinguna? Já, alveg velkomin og þau eru bara algjörlega velkomin að koma með sína persónulega skoðun og segja frá henni. Svo lengi sem þessi manneskja fer ekki á personality þitt, fattur ég. Og bara tala við okkur í staðinn fyrir að búa til bara lygasögur, bara tala við okkur og bara segja okkur og spyrja okkur. Ég segi sko að ef þú ert búin að fræða hvað þetta og þú ert búin að tala við okkur, búin að tala við Brynjar og þú hatar þetta ennþá, þá máttu fara að gagnrýna, ekki gagnrýna áður en þú veist ekki neitt. Já, ég skal bara virða þína skoðun eftir að þú ert búin að tala við okkur og sjá þetta allt. Því að þá get ég bara að reynt að hjálpa þér eða finna bara út hvað finnst svona rangt við þetta. Og ef það er kannski rétt hjá þér, ég er ekkert að vera eitthvað, nei, þetta er ekki svona búið til ykkur afsökun, ég mun bara virða þetta og... Þín skoðun. Hvað sagði við þetta? Bara virða þína skoðun. En svo kom koninga til okkar og bara spurði okkur bara harða spurningar og ég dýrkaði það af því hún var að koma og spyrja okkur spurningar og mér finnst það ekki skemmtilegt. Og þá er allt í lagi, fólk er alveg búið að fá, tala við okkur, kíkja, þá virði ég bara þína skoðun á þessu. Þá er bara allt í lagi, vitum við bara hvar við erum, ég er hér og þú ert þarna, það er bara allt í góðu. Já. Ég held að það sé kannski bara gott að enda þetta svolítið á því að fólk móti sér ekkert mikla skoðanir á þessu fyrir en að það búið að kynna sér þetta vel. Já. Bara takk fyrir okkur. Já, bara takk fyrir mig. Frábært að hitta ykkur. Sömuleiðis. Sömuleiðis. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru auðvitað þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.